Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjall og með mér í kvöld eru tveir eðalmenn. Það er Guðlaugur Jónasson og Kjartan Sveinsson, formaður Landssambands smábátaeigenda í dag. Og ég ætla bara að byrja á því, strákar, hvernig líst ykkur á stöðuna í málum í dag, Kjartan? Byrjum á þér. Í sambandi við hvað þá? Það er svo mikið í gangi að maður er alveg bara hálfringlaður í þessu. Það var nú bara núna fyrir klukkutíma síðan verið að samþykkja grásleppufrumvarpið. Það er miðgudagur þegar við tökum hennar þáttu og hann verður sýndur á morgun, fimmtudag, og svo er náttúrulega umræðan strandveiðarnar og aðrar veiðar, smá báta. Já, sko, varðandi grásleppuna, þetta er náttúrulega svolítið söguleg stund og þetta er alveg meira háttar Þetta er hænuskref í rétt átt. Þetta er aðeins meira en hænuskref, þetta er stórt skref vegna þess að nú er komið fordæmi og þetta sýnir það bara að hlutinir er ekkert meitlaðir í stein, þetta kvótakerfið er ekkert meitlaðir í stein og alveg sama hvaða skoðunum við höfum á því, hvort þau séum fylgjandi því eða ekki fylgjandi því, að þá sýnir þetta bara að það er hægt að taka tegund úr kvóta. Og það er náttúrulega bara mjög merkilegt í sjálfu sér og söguleg tíðindi. Þetta eru söguleg tíðindi. Þetta hefur náttúrulega gerst áður með úthafsrækjuna og svona en þetta er stór mál fyrir, og ég held að það verði talað þennan dag í dag bara eftir mörg ár og áratugi sem ákveðin að hér hafi verið ákveðið blaðbrotið í sögu stjórn fiskveiða. Já. En Guðlaugur, hvernig líst þér á þetta? Bara mjög vel. Já. Ég er bara bjartsýnn. Já. Og þetta er auðvitað stór afrek að ná þessu í gegn með grásleppuna. Það er bara svoleiðis. En nú eru til dæmis nokkrar tegundir sem við erum ekki að ná að veiða, sem eru kvótabundnar. Já. Og til dæmis bara eins og margir færabátar hafa verið að nýta sér að veiða ufsa. Já. Það er þetta bara fráleitt að gríðalegt magna ufsa sé þetta döði niður, sé ekki veittur. Já, eða notaður í einhverja tegunda tilfærslu til að búa til karfa eða ísu, allt annað en þorsk. Já, og það er bara ekki forsvaranlegt að leyfa, ég held að nýtingin sé að nálgast eitthvað 50% á ufsa, sko. Já. Að það sé bara nánast komin helmingur af ufsa heimildum sem að er ekki veiddur. Og þetta eru gríðarleg verðmæti sem að fara forgörðum á hverju einasta fiskveiða ári. Og það er eiginlega bara, þetta er bara ábyrgða hluti hjá ráðherra og ríkisstjórn að sjá til þess að þetta kom í land. Og við erum nú aðeins byrjaðir að þrýsta á þetta með ufsan og gerðum það seinasta haust vegna þess að þetta er eiginlega ekki forsvaranlegt að menn sé að þurfa að leigja ufsa til að veiðan. Það er að segja veiðiheimildirnar. Veiðiheimildirnar, akkurat, leigja ufsa kvóta. Þegar það er ekki nást og þetta er svo sem ekkert stóru upphæðir en þetta er ákveðið prinsipmál enga síður og þetta yrði náttúrulega alveg svakalega mikil búbót fyrir smábátasjómenn að geta bara farið á ufsa og náð honum. Ég hefði haldið það, maður bara hefur tekið eftir þessu, það eru búin að vera að róa bátar núna í Sandgerði í allan vetur. Já, og þeim bara tekst miklu betur til að ná ufsa heldur en tógurunum, sko. Já. Það er bara þannig. Að veiða þetta, ég er söður í Röst, Reykjanesröstinni og jafnvel eitthvað út við Eldey og svoleiðis. Já, og þetta er ekki bara í Sandgerði, þetta er á fleiri stöðum á landinu þar sem þetta væri bara mjög mikil búbót og eitthvað sem að geti brúað bilið fyrir hansi margar smábáta útgerðir. Já. Sem að svona kvótalausar útgerðir. Já, eða kvótalitlar. Þetta getur hjálpa til að gera mönnum þetta lífvænlegt allt árið eða stærri hluta úr árinu. Já, og það er ekki hægt að hafa það þannig
að heildarhagsmununum sé fórnað fyrir það að einhverjir örfáir aðilar geti stundað einhverjar tegundatilfærslu, sko. Já. En það náttúrulega ekki margir sem þekkja þegar við tölum tegundatilfærslur hvað þú þarft ef þú vilt búa þér til 1 tonn af ýsu eða 1 tonn af karfa eða eitthvað, þá þarftu 3 tegundir. Bland úr 3 tegundum miðað við þorskígildi. Þetta alveg hörku alkemía, sko. Já. Þannig bara verið að búa til gull úr einhver allt öðru, sko. Já, en þetta það svona það sem leikurinn í þessu. Já. En allavega, nú allavega, sko, nú vitum við það. Þetta að kvótakerfið ekki meitlaði stein og og svo sjáum við bara til hvað verður. Ég meina það líklegt að það verður það ekki allir sáttir við þetta, sko, og rök með og móti sem eru góð og gild, sko, í sambandi við grásleppuna. En ég held að þegar allt komið til alls að þá held ég að almannahagsmunir hafi þarna trompað sérhagsmuni. Já, og það náttúrulega var fyrir hugað hjá mörgum að fara að sanga að sér grásleppu til að eiga á sínum skipum eins og þeir gátu. Já, það var bara verið að útiloka nýliðun, sko. Já, og svo náttúrulega var þessi nýliða pottur sem var gerður fyrir 1,5 ári síðan, að það kom ekkert út úr hún 3-4 tonn eða hvað það var. Já, eitthvað, það var ekki 4, var það ekki 1,7 tonn eða eitthvað? 1,6, ég held að... Já, þetta var eitthvað bara, þetta var alltaf döga fyrir kött, sko. Nei, þetta var ekki neitt, sko. En það voru mjög fáir sem að nýttu sér það. Gátt ekkert nýtt þetta. Það gátt ekkert nýtt þetta og ég meina, þetta dugaði svo sem fyrir aðra til að leigja til sín, sko. Já. Sem var svo sem, ég meina, það reddaði mörgum vegna þess að það voru margir eins og til dæmis á Vestfjörðum, bara mjög slæmu málum með grásleppuna, sko. Já. Og voru búinir að splæsa í heljarnar úthald. Já, það kostar hellinga að gera sig kláran á þetta. Já, þetta rándýrt sport, sko, og það voru bara sátu margir uppi með sártennið, en sumir gátu náttúrulega að redda sig svona, en maður á ekki að þurfa að redda sig svona. Nei, það alveg hárrétt. En þið eru tiltölulega bjartsýnir á framtíðina? Já, hvað segir þú, Gulli? Já, við brosum bara hringi fram á sumarið, sko. Já, við svona með við það sem við náðum út rómunum áðan, sko, frammi. Já, við það náttúrulega, sko, það eru plúsar og mínusar, það eru jákvæða fréttir og svona kannski erfiðari fréttir framundan, sko. Það náttúrulega þetta eilífa vesen með ráðgjöf Hafró sem að við erum að díla við, sko, og sem náttúrulega innviðar á þeirra að díla við. Já. Og það er ekkit hausverkur sem að farinn, sko. Nei. Hann á við þann hausverk að stríða ennþá. En já, við mættum nú á fund hjá flokki fólksins í kjördæmavikunni í Hafnarfirði og þar heyrðist mér nú það verið að nefna 14.000 tonn í pottinn og við verðum bara að ég meina það væri náttúrulega bara stórkostlegt og hvort að dugi fyrir 48 dögum verður bara komið ljós. En þótt að dugi ekki fyrir 48 dögum í ára þá myndi ég segi fyrir mitt leyti og nú ég bara að tala um bara Kjartan Trillukall, sko, ekki Kjartan formaður að það því stórkostlegur áfangasigur og mér finnst, sko, að ríkisstjórnin hafi alveg sko út kjörtímabilið að standa við loforðin 48 daga. Jú, það náttúrulega stefnan en auðvitað svo náttúrulega ef að ráðgjöf frá Hafrannsóknastofnun með þorskstofninn á að skera hann áfram niður þá náttúrulega verður erfiðar að finna tonn í þetta á meðan þau taki ekki strandveiðar bara út fyrir sviga í kvótakerfinu. Það alveg með ólíkindum að það sem að Sigurjón Þórðarsson búin að vera að benda á með þessa stofnun að þessi hlutir þetta bara ekki til lagi. Nei. Og allir sjómenn bara allir held ég bara hjartalega sammálunum og það svo bara með makrílinn að hrikaleg vannveiði á honum og
að útgerðarmenn skuli ekki stökkva á vagnin með Sigurjóni og ég að krifja þessi mál og fá að veiða meira. Hjálpa þá til. virðist þetta bara snúast hjá þeim að þeir eiga ákveðna veiðiheimildir sem eru verðmetnar á þetta að varðveita verðmæti veiðiheimildana en ekki að hámarka afrakstur sjávar. Því miður. Já, svo ýmislegt fleira sem að vandamál í kringum þetta. Þetta stjórnunin á þessu ekki að skila sér og þegar menn að tala það eins og kom bara fram í þinginu í dag að besta fiskveiðistjórnarkerfi og allir öfunduðu okkur, sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. En öfunda af hverju? Við erum á niður leið með allar tegundir. Ég bara vilja fá rök fyrir þessum orðum hennar. Já. Og hverjir eru það sem öfunda okkur? Já. Það bara mjög áhugavert, sko. Já, það var nú svolítið gaman í seinustu viku að þá var sem sagt heljarinnar fundur í Hörpu. Varstu búin að frétta af þessu? Já. Nei, ég var ekki búin að frétta af fundinu sjálfu. Nei, þetta sem sagt ráðstefna. Þetta alþjóðleg sérfræðingafundur Sameinuðu þjóðanna fiskveiðistjórnun. Þetta er sem sagt COFI, Committee on Fisheries, og á vegum Sameinuðu þjóðanna. Og þarna fekk maður svolítið smjörþefinn af því, eða nasaþefinn af því, hvernig þessi mál komast út í almenna umræðu út í heimi, þetta í sambandi við besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi. Vegna þess að út frá Sameinuðu þjóðunum, að þá voru smábátar bara mjög stór hluti af þessu. Við erum að tala fiskveiðistjórnun í Filippseyjum og Malawi og Síle út allt, og Afríku og Suður-Ameríku og Suðaustur-Asíu út allt. Þannig að þetta voru smábátar ansi stór hluti af þeirri umræðu. Það var ekkert haft samband við landssamband smábátaeigenda til að taka þátt í þessu. Ísland með forsætið í þessari nefnd næstu 2 árin. Við vorum ekkert boðnir til þess að taka nokkurn einasta þátt í þessu. Það segir nú kannski dálítið afstöðu íslenskra stjórnmálamanna. Já, og embættismanna en það sem var svolítið fyndið í þessu var náttúrulega það að SFS fekk aftur á móti heilan klukkutíma til að sitja fyrir framan nefndamenn frá öllum heimshornum og vera með halleluja lofræðu kvótakerfið. Og þá var það einmitt þetta að kvótakerfið væri bara, þetta væri besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi og bara svaka fínt. Þetta áróður sem þeir eru búin að vera með í 40 ár í rauninni, eða 42 ár. Já. Og þeir trúa þessu sjálfur og margir stjórnmálamenn sem að tekur eftir því inn á Alþingi að það eru fullt af mönnum þar og konum sem bara trúa þessu eins og heilugu neti að þetta sé bara það besta. Já, og bara fínt hjá þeim, ég meina það er bara þeirra hagsmunum bara átt að gera það, en að íslensk stjórnvöld og stjórnsýsla skuli gefa þeim klukkutíma slott í því að vera með halleluja ræðu sjálfa sig. Og svo var öllum boðið í koktelveislu sem sagt, ég veit ekki hvort það er útgerðarfélag Reykjavíkur eða Brim á 5. deginum Þannig að stórútgerðin var mjög innvikluð í þessa ráðstefnu, en það var ekki eins og talað, ég frétti af þessa ráðstefnu frá smábátasjómunum í Evrópu, frá low impact fishers in Europe. Þau sögðu mig frá þessu, ekki íslensk stjórnvöld, og þetta þykir mér alveg forkastanlegt Hverjir skipulögðu þessa ráðstefnu? Bittu nú við, hvað heitir hann? Var það á vegum sjávarútvegsins ráðuneytis? Nei, þetta var utanríkisráðuneytið og það er einhver sérfræðingur þar sem að sá þetta. Sá þetta
Og ég vona að hann sjá að sér, ég alltaf treysta því að það hafa bara verið yfirsjón og að okkur verði boðið að ári sko að taka þátt og vera með hérna halleluja-ræðu smábáta. Er þetta eitthvað sem komið til að vera eða? Nei, ég veit ekki alveg sko. Fer ekki á milli landa? Þetta fer á milli landa og Íslandi með þetta í ár og ég held að þetta sé til 2 ára þannig að þetta verði ekki á Íslandi aftur á næsta ári. Ég bara veit það ekki en ef að það verður þá verða náttúrulega smábátasjómenn að vegna þess að ég fór á fundin sko, bara sem áhorfandi og hitti sko smábátasjómenn frá Uganda og fleiri stöðum sko. Þannig að þetta er alveg efni sem að við höfum erindi í sko. Já. Og náttúrulega fáránlegt að eins og á Íslandi það eru smábátasjómenn að veiða töluvert magna fiski. Já. Og að gera það í flestum tilfellum á mjög vistvænan og góðan hátt. Já, og náttúrulega og skapa störf og það er það sem að sko ef maður hefði nú fengið eitthvað svona ansvarsrétt þarna á þessari halleluja-ræðu að það hefði maður bara sagt við þau sko, ókei, gott og vel, ég meina arðsemin af sjávarútveginum er betri en hann var fyrir 40 árum og bara allt í fína með það, en á hvaða kostnað? Já. Og þetta er búið að vera mér svolítið hugleikið máli, ég ætla kannski, þú veist, ef ég fæ kannski aðeins að fara í gegnum nokkuð gröf sem að ég er búin að taka saman þetta. Hún setur Laufey setur fyrsta grafið á. Já, og þetta, sko, það sem að þetta graf sýnir, það eru sem sagt fjöldi starfandi sjómanna á Íslandi og þróun þess undanfarin 15 ár, eða sem sagt frá 2010 til 2024 og þetta eru allt saman gögn sem ég fæ frá Hagstofunni. Já. Og þarna sjáum við það að frá 2010 að þá hefur sjómannsstörfum á Íslandi fækkað 27%. Og þetta, sko, við vitum það náttúrulega að þetta er ekki einu svona versta tímabilið í sögu fækkunar sjómannsstarfa á Íslandi, sko. Nei. En þetta er bara síðan 2010. Og ástæðan fyrir því að ég er að skoða þetta er það náttúrulega að það vera að ráðast á okkur smábátasjómenn og sérstaklega strandveiðisjómenn fyrir það að vera bara einhverjir tannlæknar í Garðabæ og borga skatta og gjöld og allir búa á höfuðborgarsvæðinu og annað slíkt sko. Þannig að ég vildi bara aðeins sýna fram að þetta, sko 27% fækkun frá 2010, ef við kíkjum aðeins á næstu mynd þá sjáum við það, hvar hefur þessi fækkun átt sér stað? Hún hefur átt sér stað utan höfuðborgarsvæðisins, fyrst og fremst. Þannig er efsta línan, það er sem sagt fækkunstarfa almennt, bara á landsvísu. Græna línan, að það sýnir sem sagt utan höfuðborgarsvæðisins. Og appelsinu gula neðsta línan hana, og hún sýnir sem sagt fækkunstarfa á höfuðborgarsvæðinu. Og þegar þetta er tekið saman, að þá sjáum við það sko að fækkunstarfa á höfuðborgarsvæðinu, hún hefur verið 22%. Já. En 31% utan höfuðborgar á landsbyggðinni. Þannig að þetta tala það að við smábátarnir séum einhver sérstök ógn við störf á landsbyggðinni ásinn alltaf ekki við nokkur einustu rök að styðjast. Og það sem er ennþá stingur ennþá meira í augun, það er ef við fáum næstu glæru eða næsta línuritt, að þetta er sem sagt aflaverðmæti á sama tímabili. Og þar sjáum við það að þetta er í þveröfuga átt, þetta er þveröfug þróun við fækkun starfa. Þannig að því meiri, þarna hefur sem sagt fjölgunin í aflaverðmætum, að hún hefur farið upp 30%. Já. Og sem er bara gott og vel, ég menna það er aflaverðmæti, en ef við skoðum síðasta línuritið, að þetta sýnir sem sagt í sjávarútvegi, í fiskveiðum, hvernig þróunin er í sambandi við EBITDA sem hlutfall af tekjum og það hefur líka farið upp 30% á þessum 10 árum. Þannig að þegar sko störfum og sérstaklega landsbyggðastörfum fækkar 30%, að þá er gróða hlutfallið
hjá sömu fyrirtækjunum að fara upp 30%. Og þetta finnst mann náttúrulega rosalega skrítið í sambandi við sko alla þessa umræðu vegna þess að þarna sjáum við það bara að þessi hagkvæmni sem að stórútgerðin talar og hún á kostnað sjómanna. Já, og hvar sjómannasambandið í þessu? Hvar er félag skipstjórnarmanna? Af því að þeir sko allir af þeim þeir sko bíða allir í ofvæni eftir því að fá símtalið sko og sama tíma og það verið að sko fækka störfum í þeirra ranni að þá verið að taka sjálfsbjargar viðleitnina af mönnum að geta bjarga sér á strandveiðum ef þeir eiga engan kvóta sem sjómenn. Já, bara kaupa smábát og fara á strandveiðar og fara á grásleppu og bara lifa. En eigum við ekki eftir að fá eina mynd í viðbót? Nei, þetta var síðasta myndin, sko. En það sem mér langaði kannski til að segja í sambandi við þetta, vegna þess að þannig að sjáum við það að bara svona til að tengja þetta við strandveiðar, vegna þess að þarna sjáum við það að sjómannsstörfum að fækka almennt. Strandveiðistörfum að fjölga, ekki mikið, og þetta helst svona tiltölulega í stað. En ef við sem sagt berum þá saman stóra kerfið og strandveiðikerfið í sambandi við hversu mörg störf þeir skapa, að þá sko þurfum við kannski að byrja á því að fara yfir fyrirvarna. Það er mjög erfitt að nálgast nákvæmar tölur þetta og sko þessi 3700 störf sem við sáum á fyrstu glærunni sem til í dag, að það líklegt að strandveiðisjómenn séu hluti af því vegna þess að margir strandveiðisjómenn eru í annarri sjómennsku líka. Þannig að sjómannsstörf per veitt tonn í stóra kerfinu líklegast ofmetin í mínum útreikningum. Og eins það alveg ljóst að strandveiði tímabilið það náttúrulega dugir ekki fyrir heilsástarfi. Þannig að þessi 800 bátar sem við erum ekki að tala 800 heilsásstörf, en við gætum mögulega með vera að tala 400 heilsásstörf. Ég held að það sé bara, ég held að það sé bara mjög varlega athugað sko. Þannig að með þessum fyrirvöru í huga þá eru mínir útreikningar að þeir eru mjög varlega áætlaðir. En ef maður fer yfir það að skoða sem sagt störf per veitt þorskigildis tonn, að þá eru strandveiðar að skapa 3,5 sinnum fleiri störf per veitt tonn heldur en stóra kerfið. Og þetta sko, ég var nú að gramsa í geymslunni hjá Landssambandinu daginn og fann þennan gamla limmiða 3 sinnum fleiri störf og maður getur kannski bara dustað af þessu og farið að dreifa þessu aftur vegna þess að þetta bara ennþá í fullu gildi. En var þetta ekki meðað við það líka að fólkið sem var að vinna aflan af strandveiðibátum í landi? Þessi útreikningur, það gæti verið, þetta er eitthvað eldgamalt sko. Ég bara að skoða sjómannsstörfin sko. Og svo náttúrulega ef hann Arnar Atlason hefði verið hérna, þá hefði hann eflaust getað sagt að við sköpum fleiri störf í landi líka sko. En hann verður nú hjá mér fljótlega, væntanlega, hann bara ellendis eins og Ég ætla að reyna að fá hann í spjall. En það svona ýmislegt sem kemur upp á. En hvernig eru þið bjartsýnir á framtíðina? Sjáu þið fyrir ykkur að þetta sé að lagast? Já, strandveiðihlutin að lagast. Það verið að taka til í allskis byggðakvótum og spillingakvótum og rækjukvótum og það fullt af þessum byggðakvótum sem að eiga bara ekki rétt á sér. Og það nú loksins verið að taka á því sem betur fyrr. En það þarf svona meira líf í þessa smábáta veiðar, það bara þannig og þá skulum við bara tala tilboðið okkar, 30.000 tonnin sem að við hefum ekki fengið svar við ennþá. 10.000 tonn var það ekki? Nei, 30.000 tonn. 10.000 tonn í fyrra. 30.000 tonn og þarna Kerisís sagt að þetta sé bara lottóvinningu fyrir ríkissjóð. En við erum að tefla fram í ókernum 4 milljarða viðbót. Þannig að á 10 árum þetta bara sama og 1 lottóvinningur fyrir utan bara alveg blómstrandi alla landsbyggðina sem í sárum eftir þetta kvótakerfi og mér finnst bara stjórnvöld ætti að skoða þetta bara og fara að spá í þetta. Auðvitað, það væri bara
það væri bara skynsemi í því. Bara eins og við vitum eftir að kvótakerfi var sett á að landsbyggðin bara í sárum víðast hvar, algjörlega og ef að þetta væri tekið þá gætu smábáta sjómenn haft þetta lífsviður væri allstæðar í kringu landið. Já. Mér er bara minni stætt það 2006 þá fór ég á Raufarhöfn, var á hringferð landið og fórum og heimsóttum fólk. Þá var nýbúið að selja togaran í burtu, Rauða Núp, yfir á Akureyri held ég. Og þau voru hjónin, konan hafði unnið í frystihúsinu, að vinna við afla og hann hafði verið háseti á skipinu, togaranum. Og húsið þeirra hafði verið metið á 12 milljónir á meðan að kvótinn var til staðar. En þegar við komum þarna þá voru þau bæði á atvinnuleysisskrá. Húsið metið á 2 milljónir af því að það vildi enginn búa þarna. Það var enga atvinnu að hafa og ekki neitt. Og þetta var allt í nafni hagræðingar fyrir stórútgerðina. Já. Bara alveg hörmulegt eins og Raufarhöfn sko. Já. Og þetta er náttúrulega fórnarkostnaðurinn af þessum gróða, þessum EBITDA hlutfalli sem að þeir eru að státa sig af sko. Í svona hagræðing fyrir ákveðna aðila, ekki heildarhagsmunir fyrir fólkið í plássinu eða að landinu. Eins og við tölum að lottóvinning, þetta er hvílíkur lottóvinningur fyrir alla landsbyggðina að það væri tekið tilbúðun okkar. Já. Ekki bara ríkissjóð sko. Nei, og þetta myndi standa sko ár eftir ár. Kerasík var að borga 40 milljarða, það var eingreiðsla. Já, en þetta er til frambúðar. Hitt væri til frambúðar. Já, en þá var þetta væri lottóvinningur sem að skapar atvinnu. Og það er held ég sko stóru punktur í þessu. Og svo megum við ekki gleyma því að sérstaklega strandveiðarnar er að skapa fiskvinnslu án útgerðar tækifæri til að geta keypt og haft aðgang að þessum afla til að vinna og breyta honum í meiri verðmæti. Já. En manni finnst svolítið skrítið, við erum ekki búin að fá svar við okkar tilboði sko. Nei. Og það komið svolítið langur tími. Kristrún svaraði reyndar en vísaði á Hönnugatinu og við þurfum nú að fara að pressa hans meira á það að fá allavega svar og fá okkur svona útskýringar á því ef á ekki að taka þessu, af hverju ekki, vegna þess að nú er náttúrulega sko tölunar sem sagt í sambandi við atvinnuleysi að þær eru bara ekkit voðalega góðar og þær eru bara alveg hræðilega slæmar sko. Það eru að versna mikið. Já, þær eru bara að nálgast COVID-tölur sko. Já. Þannig að 7,5% er ekki komið upp í það. Jú. Þannig að atvinnu skapandi lottóvinningur. Já. Þetta er bara win-win. Bara fyrir alla landsbyggðina, það væri bara alveg frábært. Svo er náttúrulega annað sem við erum að gera núna sem hefur áhrif á stöðu fiskvinnslu án útgerðar og það er það að við erum að flytja út 52.000 tonn af fiski í gámum og reyndar ekki á markað heldur á föstum verðum út og það er kannski hlutur sem þyrfti að stoppa eða hægja verulega á. Mér skilst innan SFS er allt í háa loft út af þessu. Mjög margir á móti þessu og svo þeir sem að stunda þetta, þeir eru hlindir þessu. Já, það eru aðilar sem eru með jafnvel verkanir erlendis, er að kaupa fiskin á sjálfum sér á velastóðu verði og setja hann í gáma og flytja hann og vinna hann svo erlendis. Og jafnvel að láta verktaka veiðan fyrir sig, fyrir kling. Já, það er allar útfærslur til á því. Já. Þannig að þeir fái þetta sem yrði sem mestan arð úr þessu. Ég persónulega er ekki, þetta gefur mér auðvitað gott fiskverð og svoleiðis, en til lengri tíma litið ef að litluvinnslunar er að deyja út og er ekkert lengur að slást fiskinn á markanum hjá okkur. Þá lækkar verðið. Ég er ekkert viss að þetta sé gott til framtíðar fyrir okkur. Ekki til framtíðar. Og þetta er ekki rétt bara gagnvart íslenskri þjóðfiskar. Nei, þetta er náttúrulega
Þannig eru bara fáir að njóta arðsins af þessu. Við eigum ekki að vera hráefnisöflun og þjóð fyrir aðrar þjóðir. Nei. Við eigum að vinna okkar fiskina sjálfur. Og svo erum við að lenda jafnvel í því með þennan fisk sem við erum að flytja svona óunin út að þá kemur hann í samkeppni við okkur á mörgum. Sko þeir eru að vinna hann úti með margra daga gamla fisk og selja hann sem íslenskan fisk. Já. Og oft er þetta ekkit falleg flög, ég er búin að sjá myndir að þessu, þetta er ekkit falleg, þetta er ekki mikið gæði og þetta er að skemma bara orðspor okkar Íslendinga. Já, við höfum nú farið yfir það hérna áður Kjartan að við erum ekki lengur Við erum ekki lengur nummer 1. Við erum ekki með bestu verðin fyrir okkar afurði. Nei, og það, manni finnst svolítið skrítið að það skulle ekki vera stokkið á tækifærið akkurat núna þegar norðmenn eru og færingar og fleiri í vandræði með þorskinn sinn sko, og ráðgjöfina hjá sér, að við skulum ekki stökkva tækifærið og fara bara í heljarnar herferð og manni finnst það svolítið skrítið sko, en í sambandi við þennan útflutning á gámafiski að það kemur svo sem landsambandinu ekkit þannlega við erum bara í því að veiða fiskin og bara þegar við erum komnir í höfn og búin að landa þá er okkar starfi lokið. Jú, og það getur einhver sem er að vinna fyrir útlendinga eða keyptan sko. Já. En og það er gert. Já, gert, en ég held að það sé alveg hægt að vinna þetta þannig að þetta kom ekkit hræðilega niður á sko, okkar félagsmönnum og þeim fiskverðum sem við erum að fá. Sko. Það er hægt að fara einhverjar ívilnanar leiðir eins og Arnar Atlason er búin að vera að tala fyrir og annað slíkt. Sko. Þannig að við erum náttúrulega bara að skoða það að fullri alvöru. Sko. Já. En tilboðið, við þurfum að fara að þrýsta hans á það og bara stórfurðulegt að það skulle ekki vera meiri umræða. Hvenær lögðu þetta tilboð fram? Það var bara strax í kjölfarið á aðalfundi, einhvern tímann lok október sko. Já, það er náttúrulega sennilega sko væri ekki hægt að gera það á þessu fiskveiði ári að láta það taka gildi fyrir eftir 1. september á næsta ári. Það þarf að breyta lögum bara til þess að gera þetta. Já, það þarf. Já. En vissulega væri það alveg athuguna virði. Já, landsbyggðin á það bara inni. Já. Þetta sé gert. Já, og það er kannski svona meira og meira komið ljós að þessi 5,3% pottur að hann duga bara ekki til þess að gera það sem honum er ætlað, sko. Já, það var nú talað þetta sem félagslegan pott í rauninni og ætti að vera til að græja svona allt frá strandveiðisjómunum og stangveiðisjómunum og Já, en þetta áttu náttúrulega bara að vera sárabætur fyrir þann óskunda sem að kvótakerfið spilaði sem að gerði óskundan sem að stórútgerðin gerði landsbyggðinni sko. Og það er bara allt og gott að blessa með það en akkurat núna ég held að við séum alveg komin að sársaukamörkum smábátaflotin eins og í heild sinni sko, sem að starfar innan og þá er ekki bara að tala um strandveiðarnar, ég líka að tala um sko, gríðarlegan niðurskurð í línuívilnun og náttúrulega sko, má hafa allskins skoðunar á þessum byggðapottum og byggðakvótum en það eru alveg strángheðalegi menn sem er að lifa á því líka sko. Ég hefði bara viljað að lögin væru þannig að stór skip, togarar og svoleiðis stóri dallar, þeir fengju aldrei að veiða byggðakvóta. Mér finnst bara að skipin þurft að vera skráð í byggðarlaginu og gerð út frá byggðarlaginu, mannskapur borð frá byggðarlaginu og fiskurinn unnin í byggðarlaginu. Já. Það ætti að vera tilgangurinn sko. Það var nú uppleggið með byggðakvóta. Já. Og svo sérstakann byggðakvóta fyrir brothætta byggðir. Já. Þannig að það var svona uppleggið. En þetta hefur allt riðlast.
Já, þetta hefur riðlast og oft á kostnað heimamanna, sko. Ég meina, heimamanna maður veit það. og bara jafnvel smábáta. Já, ég er að tala um, sko, bara smábáta í þessum byggðum, vegna þess að mikið af þessum byggðakvóta hjá mörgum, ég meina það sko, ég meina skipið skráð þarna og allt svoleiðis, en áhöfnin getur verið öll innflutt frá Reykjavík, sko. Já. Og það er ekkert. Hvaða sem er á landinu. Já. Og jafnvel erlendis frá. Já, í auknumæli. Það er til dæmis, ég hitti skipstjóra á línubátun daginn og hann sagði mér það að helmingur á áhöfni eða meir en helmingur á áhöfni, það voru Pólverjar. Já, þetta er, og sérstaklega á þessum minni döllum, sko. Já, þetta er minna á togurunum. Já. Þó er eitthvað á útlendingum á togurum. Já. En svona á línubátunum, þeim hefur reyndar stóru línubátunum hefur fækkað verulega síðustu árin, sko. Já, þeir bara síðustu 2-3 ár. Gríðarlega, já, og svo við tala ekki síðustu, sko, 5-10, sko. Þá er þetta bara orðið ekki neitt, en það er sama, sko, það eru ennþá og það er svona, sko, í sambandi við bara byggðapottana almennt, þetta 5,3% kerfi almennt. Já. Að, sko, það er ekki bara strandveiðar, við gullunum báðu strandveiði sjómenn, sko. Já. Og ég hef engan áhuga á því að vera neitt annað heldur en bara trillukall. Það er mitt. Já. En það eru náttúrulega útgerðir út allt land sem að reiða sig ennþá til dæmis eins og á þessa línuívilnun sem að er ekki við nös á ketti, sko. Þetta skiptir engu máli fyrir ekki í stóra samhengi. Þessi línuívilnun ætti bara að vera algjörlega utan aflamarks. Þetta er bara umhverfisvænar flottar veiðar. Já. Algjörlega og skapa störf. Það reyndar hefði ég haldið við þessar aðstæður sem væri núna, þá hefði átt að stoppa, sko, vélabátana sem eru með beitingavélar og að senda línu í land til að fara yfir. Það er búið að stokka þetta upp og bæta á króka og svoleiðis í flestum tilfellum út á sjó. Það ættu bara allar umhverfisvænar veiðar að fá 30% ívilnun og svo ekki umhverfisvænar veiðar að fá bara stöðulsinu 0,7. Það væri bara langréttast. Það væri náttúrulega, sko, alvöru átak til að leiða umhverfisveiðar, gera þeim hærra undir höfði. Já, þá væru við kannski að stefna í svona besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi í alvörunni, sko. Þá getum við verið að tala um það, sko. Já. Þá erum við að tala um olíueyðsluna, botnröskunina og ýmislegt annað. Það er alveg rétt. Þá færum við að finna eitthvað sem að telja okkur vera öfundsverð, sko. En ekki eitthvað svona lausu lofti, eitthvað kjaftaði eins og Guðrún Hafsteinsdóttir segir. Já. Þetta er skrítið hvernig þetta er sett upp og áróður en eins og segir, sko, línuívilnun og byggðakvótar hluti af þessu alveg rétt á sér. Og mér finnst þú að dapurt ef að vera að taka þetta af virkilega veikum byggðalögum þar sem þetta á rétt á sér og að gera góða hluti. Já. En mér fannst aftur, sko, að við þessar aðstæður, sko, þá mætti kannski hugsa sér að vélabátarnir minnkuðu eða töpuðu, þeir reyndar á. Já, og svo mættum kannski setja eitthvað hámark á, þú veist, bara ívilnun á fyrstu 5 tonnunum eða 10 tonnunum eða eitthvað svoleiðis, sko, þannig að það sé ekki stóru aðilarnir að reyksoga þetta allt upp, sko. En maður hefur smá áhyggjur af því hvert, sko, og sérstaklega að því að núna erum við komin að sársaukamörkum. Bara allir innan 5,3% kerfisins eru komnir að sársaukamörkum. Við getum ekki tekið meiri skerðingu á okkur, sko. Við bara getum það ekki. Ég hafði hugsað mér að það væri sniðugt, sko, að vera kannski með 15% línu ívilun á balabeitta báta. Þeir er að beita línuna sína sjálfur jafnvel og þeir fengju 15 eða 20%, en vélabátarnir sem eru, sko, við megum náttúrulega ekki gleyma því að það eru fyrirtæki, stór fyrirtæki eins og Brí, þeir eru með 2 litla línubáta í Hafnarfirði eða í tengslum við Guðmund Kristjánsson. Það er Nesfiskur í Garði með línubáta litla, Vísir með minnstakosti 2 litla línubáta.
Ísfélagið í Vestmannaeyjum með allavega einn á, ég held að sé óvopnað fyrir því. Já. Sér það þessi línubátar og olíunótkunn hjá þeim kannski 50 lítrar á tonnið af þorski upp á sjó, meðan togararnir eru með mikið 250 lítra og upp í 400, yfir 400 sumir sko. Jú, þú ert að tala bæði sko umhverfisvænar veiðar og þú ert líka að tala kyrsta veiðafæri sem ekki að eyðileggja. Sem bara gríðarlega dýrt að draga með öllu þessu viðnámi í gegnum sjóin. Já. Það bara kostar mikið peningur. Svo eru sumir að segja enn að flytja beituna frá Ástralíu. Ok, það kannski einhver örfái lítrar. Ég meina það verið að landa fiski í Hafnarfirði og keyra á Akureyri bara núna þessa stundina. Ég ekkert að reikna það dæmi eða svoleiðis sko, til að bæta við. Þetta alltaf frávik í þessu. En það 4 sinnum meiri notkun á togurum, 4-5 sinnum meiri í að ná í hvert kíló. Það bara svoleiðis, olíunótkun. Svo hefur alltaf að vera skattleggja okkur þrælana fyrir að keyra bílinn okkar, hvort það á olíu eða ekki. Já, einmitt. En aðeins til að bara klára þetta með 5,3% kerfið vegna þess að mér finnst það svolítið mikilvægt vegna þess að þetta sko, ég held að mér heyrðist á Eyjólfi þegar hann kom til þinn daginn að það ætti nú eitthvað að fara að skoða það sko með haustinu. Og það sem að fóru smá viðvörunarbjöllur í gangi á mér þegar hann fór að tala auðlindina okkar skýrsluna að hún lægi svona, það væri svona einhverja vísbendingar í henni það hvernig við ættum að gera þetta. Við skulum ekki gleyma því að sko, já þá var ég nú sko formaður Strandveiðifélags Íslands en Strandveiðifélagið og Landssambandið og samtök fiskverkenda og útflytjenda að við sögðum okkur öll úr þessari nefnd vegna þess að okkur fannst ekkert mark tekið á okkur og ekkert mark tækt í skýrslunni. Og við sögðum okkur úr henni meðal annars vegna þess að það var bara hreinlega ein tillagan það að leggja 5,3% kerfið niður og færa það inn í aflamarkskerfið í nafni einföldunar eins og formaðurinn sagði svo eftirminnilega. Og þannig að ég smá áhyggjur af því að Eyjólfur sé farin að vitna í þessa skýrslu vegna þess að það ekkert í þessari skýrslu annað heldur en skoðanakönnun Félagsvísindastofnunar Íslands, Háskóla Íslands sem eitthvað marktakandi á í þessari skýrslu. Og til dæmis hvernig skýrslan talar strandveiðarnar og talar línuívilnun sem barn síns tíma og eitthvað svona, allt saman í sambandi við vera ít okkur út í eitthvað svona hagræðingar EBITDA drifið eitthvað kjaftaði allt á kostnað starfa á landsbyggðinni. Og það bara þannig. Þetta ekki barn síns tíma. Að strandveiðar sé barn síns tíma þótt að, ég meina, þetta við framtíðin. En svo megum við ekki gleyma upphafun af því að hverju strandveiðar voru settar á aftur. Það var álit frá mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna sem sagði að við værum að mismuna fólki og yrðum að gera einhverja breytingar. Og þá reis Steingrímur Jóð og Jón Bjarnason upp og fleiri og komu með þessa tillögu til að uppfylla þessi skilyrði frá mannréttindadómstólum eða dómstól sem ályktaði að við hefðum verið að brjóta á íslenskum þegnum. Það var rosa afrek hjá Jóni Bjarnason að ná þessu í gegnum þingið. Þetta var rosalega flott hjá honum. Ég hitt hann einhvern tímann og hann var að segja okkur frá því bara hvernig þetta gekk fyrir sig. Hann rakti þetta nú allt í þætti á mér. Svoleiðis, það var hrikalega skemmtilegu þáttur. Og fróðlegur. Alveg svakalega fróðlegur. Því að hann talaði bæði makrílinn og allt sem hann fór í gegnum og gerði þetta bara listilega vel og segja frá þessu. Ég var nú með honum í þinginu þarna frá 2007 til 2009 áður en hann fór í ríkisstjórnina kynntist honum aðeins þar og hann var náttúrulega gegnheill í þessu. Hann á alveg fálkorðun að skilja ef hann ekki búin að fá hana. Já, allt betur.
Já, en maður tekur eftir því bara í þinginu því að maður er nú þarna inni núna að þetta eru svo rosalega miklir hagsmunir sem eru á ferðinni. Það er verið að róta í mönnum og rugla í fólki alveg á fullu að reyna að hafa áhrif. Og þeir sem eru að því alltaf að hugsa sjálfa sig. Já. Og skapa sér einhvern plús. Passaði nú að segja ekki eitthvað sem þú þarft að beðast afsökunar á, Grétar. Það mætið í fyrramálið. Mætið í fyrramálið og komið tilkynningu. Afsökunar beini. Nei, en þetta er bara, og svo sem að mér finnst eiginlega verra núna heldur en var fyrir 15 árum síðan. Og það eru færri sem þekkja eitthvað til í sjávarútvegi. Já, inn á þingi mennarum. Inn á þingi. Já. Bara út í samfélaginu mikið meira. Jú, það er mjög takmarkaðar áhugi hjá fólki fyrst mér. Já, í það heila og er ekkert að spá í þessa hluti og hugsa það hvernig veiðistýring eða hvernig þetta eða hitt, sko. En vanþekkingin svo gríðarlega mikil. Aðeins lagast inn á þingi held ég svona eftir að Sigurjón Þórðarson fór þann inn og fór að segja sannleikann svona hvernig þetta virkar og hvernig þetta í alvörunni. Já, sko, hann hefur það fram yfir alla sem eru þarna að hann náttúrulega líffræðingur. Og ég var sagt það, menn hafa sagt bara við hann, það var allt annað sagt upp í háskóla, sko. Já. Þannig að hann skrefið þar á undan öðrum, sko, bara út frá þessu. Já. Og það dálítið erfitt. Ég var að vekja athygli á því að grásleppa væri upp í sjó sennilega í 9 eða 10 mánuði á ári og væri bara uppsjávarfiskur. En við förum með togarrall, bottroll og teljum svo á milli ára hvort henni fjölgar eða fækkar í togarrall. Og þeir eru ekkert að toga upp á 3, 4, 5 föðmum þar sem grásleppan jafnvel að rigna. Þeir eru góðir eða þeir fara einhvers staðar yfir fyrir 40 faðma. Já, og svo bara þeir skulu ekkert hlusta á neitt, sko, til dæmis það að maður hefur heyrt að togurum hefur gengið svona ekkert allt og vel að ná þorski, sko. Ég er búin að heyra það frá nokkurum, sko, allt í lagi en það er erfiðara þeir þurfa að hafa fyrir því á meðan að línubátarnir og handfærin bara móka þessu upp bara eins og enginn sé morgundagurinn og eiga bara í stökustu vandræði með því að forðast þorskinn ef þeir eru að leita að ykkur öðru, sko. Þorskur er bara búin að læra að forða sér bara þegar tógar nálgast. Já, ég meina þetta er náttúrulega bæði það, eða kannski það, en svo er þetta náttúrulega bara það að hann er bara í ætisleit, hann er bara svangur og er bara út um allt að reyna að býtur á krókana og er dreifður út um allt. Já. Þannig að þeir eru erfitt með að ná honum, sko, í einhverju magni í trollið, sko. Já. Og þetta náttúrulega, sko, að það skuli engar viðvörunarbjöllur fara í gang hjá Hafró þegar þeir heyra svona frá sjómönnum, sko. Þeir heyri þetta ekki einu sinni. Nei, við höfum nú oft talað um það, ég og Ólafur Jónsson Óli Ufsi, að sko, það er búið að vera að gefa skýrslur og fylla út veiði dagbók á hverjum einasta bát í 40 ár. Og það kemur hvað þú farið í hverju hali á togara eða hverja trossu á netum eða hvað mörg tonn á línuna, þú veist, og snurvoðina og öll veiðafæri. Og það er ekkert gert með þessar upplýsingar. Þetta er bara í gagnagrunni og þetta er ekkert keyrt saman eða, þú veist, og til að pæla í veiðisvæðum og hvar þau eru og hvernig þau breytast á milli ára og annað í 5 úr. Togarralli bara fer á sömu slóð og gerði 1984. Það er sama strikið í kortinu og þú ferð eftir því
og ef þú færð ekki fisk að þá er voðin ís. Já, það er allt þetta. Það er ekki verið að taka tillit til hítas falla veðurs eða strauma eða Nei. Þetta er með ólíkindum. Hvernig menn framkvæma þetta? Það er svolítið þannig sko. Enda 97% sjómanna þeir hrista hausinn yfir stofnstærðarmælingum og fiskveiðar ágjöf þorsins skoðanakönnun sem ég gerði hérna inn á strandveiðspjallinu. Og svo sko þegar við tökum eftir því að eins og fiskirið hefur breyst. Núna er sama hver færabátur fer á sjó, hann er allstaðar í mókveiði og það væri nú kannski bara rétt að hætta með togarralli og nota bara trillubáta í trillurall. Ég held að það sé miklu betra rall. Já, það væri, og þá færðu víðari ringin í kringum landi. Ég hugsa sér ekkert flókið að gera svona. Ef við erum allir bara inn í appi símanu sem fylgist með okkur og ef að hraðin á okkur er komin kannski niður fyrir 1,5 mílu, þá er það bara veiðitími sem við erum að veiðum og það sést hvað við löndum og hvar við erum. Það væri ekkert mikið stórmál að skanna svona allt landgrunni bara í kringum Ísland á sumrin. Ekkert mál. Þar væri þetta búið til fína vísitölu. Já, og svo sjá breytileikan á milli ára og annað þess áttar. En þegar þeir eru búin að ákveða það að þorskstofninn sé 900 eða 1.000.000 tonn og það mæ ekki veiða nema 220% af honum, þá erum við náttúrulega komnir í svo mikla skekkju. Það er svo mikið skekkja, þeir hafa ekki hugmynd. Svo þegar það er að koma fiskur, grænlendingur, yfir á Íslandsmið. Ég segi hans í íslensku, það sagði við meitt sem við veit mikið að breyða fyrir því að á sumrin þá eltu þeir bara seiðarekið að því að þorskurinn var að elta seiðareki af þorskinum og éta úr því. Já. Og svo er það að fara yfir meðal annars. Já. Og við vitum hérna á Færeyjarhryggnum með þorskur og hann gengur að Jan Mayen líka og hann er bara út allt, hann er með sporð og að þeir geti reiknað með einhverju 10 tonna skekki, hvað er mikið þorski sjónum, veist það bara. Ég treysti Spaugstofunni betur bara til að sjá hann svona sko. Já, það var eiginlega betra að hafa þá með í lífi. Já, þeir allavega getur lýst þess að skemmtilega nátt. Já, sagt skemmtilega frá þessu. Já, en sko, og þetta er náttúrulega eitt af því sem að setur okkur rosalega stífar skorður. Það er náttúrulega ráðgjöf Hafró. Já. Og hún setur okkur stífari skorður heldur en stórútgerðinni vegna þess að við höfum miklu minna svigrúm bæði sko hlutfallslega og bara í tonnum talið sko. Já. Og þetta er náttúrulega það sem að við erum svolítið að berjast fyrir, það er að fá þetta svigrúm til okkar. Og sveigjanleika. Já, og bara það að sko það er náttúrulega verið að berja okkur með þessar blessuðu MSC-vottun sko, en nú er ég búin að vera svolítið í sambandi við þá stofnun sko, og ég meina ég veit það að þau taka hennar sveigjanleika inn í sitt vottunarferli sko. Já. Þau vita það alveg að Íslendingar eru búin að veiða 10.000–15.000 tonnum fram yfir ráðgjöf Hafró hver einasta ári í þorski sko, að meðaltali. Þau vita það alveg og þau sögðu bara sko, ég meina það er ekki þannig sem þetta er reiknað, það er ekki pointið með þessu. Það er bara sko, bara þróunin á stofnunum sjálfum sko. Og þannig að þetta svigrúm er til staðar í gagnvart vottunar aðilunum. Þetta svigrúm er til staðar gagnvart stórútgerðinni með hinn og þessa sko, hérna vaffelsafla og allt þetta sko. Og svo loksins þegar við erum að biðja þetta svigrúm, þennan sveigjanleika, til þess að bara halda haus, bara til að halda okkur sko, halda okkur gangandi, að þá allt í einu þá er litið á hana vaffelsafla sem að bara nýtist ekki einu 50% af honum og sagt já, en það er kannski best að bara þá fasa þetta bara út sko. Af hverju? Af hverju ekki bara leyfa okkur að njóta þess að hafa þetta svigrúm? Fyrst það er ekki verið að nýta annars staðar, nýta það í þetta. Marga hérna í viðtali á síðustu mánuðum sem hafa talið að við værum að veiða minnstakosti 100.000 tonnum af þorski of lítið
á ári. Alveg pottþétt. Já, ef þetta er svona eins og línu skipstjórarnir að segja, sko, að þeir eiga bara í stökustu vandræðum að forðast þorskinn. Maður sér þetta bæði á línuskipunum, maður sér þetta á snurvoðabátunum og maður sér þetta nánast á öllum bátum. Þeir er að veiða miklu meira heldur en var verið að gera og svo er eins og netabátandir, þeir eru ekkert með að netum og meða við það sem þegar maður var sjálfur að djöflast á þessu fyrir 20-25 árum síðan. Þá var verið með 10 trossur eða meira og verið að keyra á þetta á fullu allan sólarhringinn og þeir eru kannski bara með 60-70 net og eitthvað bara draga netin í sig þegar ég fara í land á kvöldin og fara svo út klukkan kannski 4-5 á morgnana og leggja og byrjar að draga eftir 2-3 tíma. Svona þeirra mesta veiðin er. Þetta er svo gjörbreytt. Og þá eru þeir að koma með 25-30 tonn. Bara eins og maður segir, í nokkuð net. Sko. Já. Þetta er bara eins og á strandveiðunum, sko, að hérna þar menn eru hættir að spyrja hvað var þessu og þessi með þegar hann kemur í land, sko, og bara spurt, sko, hvenær var hann búinn? Já, hvenær var hann komin í land? Já. Það er hver einasti haus með skantinn líka við, sko. Já, þetta segir dálítið mikið fiskgengdin. Það var einn að segja með trillukall fyrir ykkur 20-25 ára síðan það var fyrir vestan, það var einhver sem að fekk 1300 kíló og þetta var bara mók sem að lendi í, sko. Og þetta var engin veiði með það sem ég hjá okkur í dag á handfærin þá. Já, akkurat. Og þetta var engin veiði, sko. Menn voru að skaka í Sandgerði og voru að koma með 300-400 kíló og voru bara mjög sáttir við það. Þeir eru, sko, á litlu drillónum. Þeir eru að skaka og koma með, sko, 3-4 tonn í land núna, sko. Já. Það var einn að segja mér það, sko. Út frá Sandgerði. Já. Það er mikill munur. Já. En hvað segið þið, strákar? Er eitthvað svona sérstakt sem viljið minnast á svona í lokin hjá okkur? Nei, ég er bara bjartsýnn á sumarið. Já. Ætlar að vera fyrir vestan? Já. Þú voru bara á sama stað. Bara eins og síðustu 4 sumur. En ferð þú á strandveiðar í sumar? Já. Ég gat nú ekki tekið að mér eitthvað skrifstofudjóp öðruvísi heldur en að komast út í fá anda aðeir sjá á lofti. Já, komast aðeins í óþægilega útivinnu á sumurinn, sko. Það kom ekki til greina. Og ætlar þá að taka allt strandveiði tímabili? Auðvitað tekur hann allt strandveiði tímabili. Ég er búin að segja það við hann. Hann verður bara með headsetið á sér. Já, ég prófaði nú reyndar seinasta sumar, sko, að koma fram fyrir atvinnu nefnd. Þá var ég út í Grundarfjarðarbrún, sko, og ég þurfti að biðja þá aðeins að endurtaka spurningarnar þegar ég var að losa fiskina af krókunum, sko. Þetta var röglega svolítið svona skemmtilegt fyrir nefndamenn, en sko ef það er einhver fundur með einhverjum ráðherra eða eitthvað svoleiðis, þá kannski sleppur maður einu róðri og það verður kannski, nú hef ég afsökun til að sitja sko bræludagana af mér, sko. Nú get ég með góðri samvisku sagt bara þegar það er svona fundur. Já, ég þarf afskaplega mikilvæga fundur þegar þeir spyrja af hverju fjandanum ég fór ekki út, sko. En ég ætla að gera það. Og ég er sammála Gulla, ég er bjartsýnn fyrir sumarið, ég held að þetta verið besta strandveiði sumar frá 2009 í tonnum talið, í tonnafjölda. Og svo er bara að hvetja þessa ríkisstjórn áfram vegna þess að við höfum, þetta er það besta sem að gefst og þau eru í vandræðum með ráðgjöfina og við verðum bara að hvetja það til góðra verka, en ég minni enn og aftur á þetta, sko, 3 sinnum meiri atvinna, við erum að skapa störf, við erum að þetta er sko svona þjóðhagslega, þá meikar þetta bara alveg 100% sens að auka vægi smábáta veiða á Íslandi. Já. Ég er alveg sammála því. Ég held þetta sé bara
af því þetta vistvænast í veiðiskapur sem til við Íslandsstrendur og svo þetta ferskasta ráefnið sem þið megið ekki gleyma heldur og þetta besta ráefnið eins og þetta gengi frá þessum borði í bátunum í dag í krabba í flestum tilfellum eða ísað, bara vel ísað að þá þetta besta ráefni í fersk útflutning á fiski og fer mest af þessum fiski í það. Já, já. Ekki kannski allur en bróðuparturinn á honum. Það ætla ég líka að spyrja þig einu. Fyrst að þú ert núna hérna á Alþingi. Ég svissaði aðeins á Alþingisrásina hérna í gær. Þannig að þeir voru að ræða grásleppuna og horfðu og að kalla þetta í pontu alveg mikið hrikalega voru þeir leiðilegir. Og bara hvernig hafið þið geðheilsu í að sitja undir þessu og hlusta á þetta? Eitthvað apótek hérna hjá ykkur Alþingi þar sem fáið ykkur að gleðitöflur? Ég get svarið að ég hoppaði svo yfir á El Jazeera-stöðina og þar var Donald Trump með fréttamannafund og veistu að hann var skárri, sko. Hvernig þetta, Grétar, að vera þarna? Það bara gaman aðeins að sjá þetta og kynnast þessu en maður er oft dálítið sár og leiður hvernig menn eru að bregðast við. Maður stundum, og ég segi það nú æði oft, að maður er að horfa upp á það sem verið að berjast fyrir sérhagsmunum gegn heildarhagsmunum. Þetta dálítið átök það. Það eru fullt af mönnum þarna inni sem eru bara í hagsmunagæslu fyrir bara sægreifa og kótakónga og trúa því að þetta sé best að þeir bara fái að hirða arðin af þessu og græða á tá og fingri. Já, já. Þó svo jafnvel að við vitum það að tekjurnar fyrir mikið af íslenskum fiski sem fluttur út, hann á Tortóla eða einhver staðar á... Það mætti nú alveg fara að krifja hann útflutninga fiski og sérstaklega uppsjávar fiski, hvernig óskopunum stendur á þessu verði til sjómanna og hvernig að selja, hver kaupandinn úti, hver eigandi þeirra fyrirtækja að krifja þetta, hvað verður peningana? Já, rekja peningana. Já. Það sagði Eva Sjólín hérna á sínum tíma. Fylgiði slóð peningana. Þá sjáum við það. Þetta bara með ólíkindum að bera þetta sama við Færeyjar. Já, og norðmenn, við erum bara að tala bara á sitt hvori bylgjulengdinni, sko. Það ekkert öðruvísi. Já. Og svo komast menn upp með það og trúa því jafnvel sumir að þetta sé besta fiskveiðistjórnarkerfi í heimi. Þó að allir stofnar sem eru kvótasettir séu skornir niður og bara niður við nögl og í sumum tilfellum eins og bara þorskstofnin. Okkur var sagt 84, ég var skipstjóri þá, búin að vera í meira segja 6 ár og þá var okkur sagt að ef við færum eftir tillögum fiskifræðingu 3 ár þá varum við farnir að veiða 450.000 tonn aftur. Já, þeir vil ekkert kannast við þetta í dag. Ég bara hugsa sér að það hafi ekki bara verið reknir, sko. Já. En svo vorum við með ráðherra hérna árum áður og manni kannski 2 helst í minni. Lúðvík Jósefsson var einn sem var á undan sem áður en að ég byrjaði til sjós. En svo var Matthías Bjarnason. Þeir fengu ráðgjöf frá Hafró en útluðu og ákváðu kvóta heilsárs veiði bara út frá því sem að þeir heyrðu í sínum mönnum, skipstjórum og útgerðarmönnum og öðrum þeim sem höfðu hag af þessu. Var ekki árum áður hérna alltaf skipstjórafundir með tógara skipstjórum og Hafró og svona? Jú. Er það ekki búið það? Ég bara, eftir að ég hætti hjá Farmann- og Fiskimannasambandinu fyrir einhverju 25 ára síðan, þá maður ekkert
Ekkert fylgst með því. Ég sé það aldrei Hafnarfirði eitthvað lapp út af bryggjunum til að fara bak við eitthvað kofa þarna til að reykja. Nei, þetta er svona, þetta er skondið á margan hátt. Já. En strákar, ég þakka ykkur fyrir spjallið og ég vona að einhverjir hafi haft gaman að þessu að heyra í okkur og vonandi geti þið verið ánægðir eftir næsta ár að þetta sé alltaf þokast í rétt átt. Við gefumst aldrei upp. Já, aldrei. Það þorir enginn að taka þetta af okkur. Við skulum vona ekki. Þó er aldrei að vita hvað mönnum. Já, þið megið reyna það. Það er En ég þakka bara fyrir og ég þakka Laufey fyrir að senda út þáttinn, taka hann upp og senda hann svo út á morgun og svo hvet ég alla sem hlusta á þennan þátt að skoða það að styðja við stöðina þannig að það sé hægt að hafa svona sjávarútvegsspjall einu sinni í viku, vonandi, eitthvað áfram. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Takk.